Sælar kæru steinketur. Spilin þín komin á borðið og þessi lestur heitir bara stutt og laggott. Þetta er svona smá tékk á stöðunni þinni. Og þú ert síðust af merkjónum sem ég les fyrir að þessu sinni. Þá skulum við bara demba okkur í þetta. Steingeti minn góð. Hér sé ég mikinn eril í fortíðinni þinni. Ertu loksins að komast í frí, heyri ég. Það er búið að vera mikið að vera, greinilega. Þaðan sem þú ert að koma þar er mikil orka, mikil samskipti í allar áttir. Að öllum líkindum er vinnan þín hér og margar ykkar kæru steingetur eru með fleiri en eitt starf í gangi. Þú ert aldeilis fjölhæf. Kæra steinget, þú ert sterk, skipulögð og einhvern veginn tekst þér að halda mörgum boltum á lofti í einu. Láttu það bara ekki bitna á heilsunni þinni. En hér sé ég hverskyns símtöl, fundi, verkefni. Ef til vill ertu að skila hlutum á síðustu stundu og það hefur svona verið stundum svolítið tæft, en allt hefur þetta einhvern veginn blessast. En í dag ertu svona bara næstu því alveg komin á lokametrana. Þú ert búin að ákveða að þú getur ekki meir og orka þín er tæmd í þetta sinn og það er greinilega komið þörf á frí. Þú ert búin að gera þitt besta og í raun og veru ertu svolítið að leggja þetta bara í hendurnar á almættinu, sem er frábært. Afsakið. Og ein af bestu leiðunum til að klára verkefni, sérstaklega ef maður er í vandræðum með að skila. Það er mikið æðruleysi hjá þér, kæra steinget, og þú ert sannarlega búin að skila góðu verki og þú ert ekki alveg tilbúin að pæla í verkefnum framtíðarinnar strax. Það er eins og þú ætlir að taka þér pásu áður en þú ferð í það að horfa lengra fram á við. Það er bara gott að blessa. Og meðan þú ert í þessu hvíldartímabili og þetta passar fyrir margar ykkar kæru steingetur við sumarfrí, ég sé hérna allavega 4 vikur. Þú átt eftir að öðlast ákveðna andlega reynslu sem kemur þér ef til vill á óvart. Líka miðað við hversu jarðbundnar þið eru margar steingetur og staðfastar á því hvernig hlutirnir eru, skulum við segja. Þessi ákveðna andlega reynsla verður til þess að þú sérð í nýju ljósi hvað eru margir þættir í þínu lífi sem þú hefur enga stjórn á. Það er bara mjög gott og mjög jákvætt fyrir þig. Ef til vill hefur staðið í þeirri trú að þú hafir fulla stjórn á öllu sem gerist, en það er nú ekki aldeilis þannig. Og allt þetta sem ég er að tala núna kemur líka inn á æðruleysi sem ég sagði áðan. Þannig að þetta er kannski æfingi æðruleysi fyrir þig, tíminn sem að er framundan. En þó þú sért ekki farin að hugsa til framtíðar og gerir það kannski ekki alveg næstu daga, þá ertu að fara að læra eitthvað nýtt í framtíðinni
og ég sé líka flutninga með þig. Ef þú vill að fara að skipta vinnustað eða flytjast búferlum. Það getur verið annarkvort eða hvorutveggja. Þú þarft að melta svolítið hlutina núna á næstunni og síðan þegar þú ferð aftur af stað eftir þennan tíma, allavega 4 vikur vil ég segja, þá hefur öðlast betri skilning á því hvað þú varst að gera og hvað þú ert að fara að gera. Og kannski í þetta sinn getur þú undirbúið betur undir verkefnin sem þú ert að fara að takast á við. Þessi tími á líka kannski eftir að kenna þér að stundum þarf maður að biðja aðstoð þegar að hlutirnir eru þannig að manni finnst maður ekki ráða við þá. Og í staðinn fyrir að fara í uppgjöf að leita þá eftir aðstoð. Því að við erum jú all bara mannleg og það er bara ákveðnir hlutir sem við getum gert ákveðið magn af, skulum við segja. En kæra Stein, getur vissulega átt þú og kannski mest af öllum rétt á kærkomnu fríi. Rúnaspilið þitt er rúnin fé sem að bókstaflega táknar fé eða þýðir fé, það er að segja peninga, eignir, allt sem að í dag við myndum telja til verðmæta. Þetta er rún festu og ögunar. Bendir þér á að taka ákvörðun hvaða stefnu taka ber í lífinu. Og það er kannski eitthvað sem að þú ert að fara að gera núna á meðan þú ert svolítið að slaka á. Að það er að hugsa hvert þú sért að fara og hvort þú sért á réttum stað. Hvort þú hafi sýnt sjálfri þér eða verkefnunum þínum nægjanlega festu eða tekist á við verkefnin á nægjanlegri festu, skulum við segja. Og ögunin finnst mér vera að mestu leyti sjálfsagi. Það er að segja að sýna sjálfri þér þann aga að gera það sem er rétt og best fyrir þig. Rúnin spyr hvort þú vilt sitja ein að þeim ágóða sem þér hefur áskotnast eða hvort þú vilt deila honum með öðrum. Það er einhver samviskuspurning fyrir þér. Ef einhver ágóði eða gróði er á leið inn í líf þitt, hvað viltu gera við hann? Viltu láta hann verða öðrum til góðs? Viltu nýta hann í þágu þína þágu, annarra í lífið þínu? Þessi rún minnir þig á að sælla er að gefa en að þiggja. Gamla góða máltækið. Og það er líka umhugsunarefni fyrir þig í þessu tímabili sem að nú fer í hönd, þar sem að aðgerðaleysi er bara eitthvað sem að þú þarft að stunda af miklum móð. Hvað þýðir þetta fyrir þig? Sælla er að gefa en að þiggja. Hefurðu ef til vill ekki gefið nóg af þér? Hefurðu gefið of mikið af þér hingað til? Finnst þér eitthvað óréttlæti í gangi í lífið þínu? Ertu tilbúin að þiggja allt sem er að koma til þín, allt sem að almættið er að senda þér? Og ertu tilbúin að gefa öðrum? Leyfa öðrum að njóta af þínum allsnægtum? Þetta eru svolítið stórar pælingar, en einhver skilaboð sem að þér eru ætluð akkurat núna, kæra Steingeit.
Takk fyrir að horfa og hlusta. Gangi þér sem best með þetta allt saman. Ljós og kærleikur.